ég vona að bæjarráð og þeir sem ætla að halda áfram þetta mál kýli bygginguna eins ofarlega í byggingarrétt B og hægt þannig að hann sé eins nálægt grunnskólanum og hægt því ég tel að þó að byggingarnir séu ekki tengdar þá sé mikilvægt að séu eins nálægt skólanum og mögulegt og að auki þá væri þá hægt að samnýta aðkomu að skólastofnunum og samnýta bílaplan þess áttar. Aðalsteinn Ásmundarson hefur lokið máli sínu. Berglind tapar svo Forseti, góðir fundarmenn. Mér langar bara að koma hérna upp. Þetta einmitt búin að vera 2 nefndir. Ég hef líka setið báðum og þakka gott hrós og ég vil bara segja það að það hefur verið unnið bara mikið og gott verk í þessum nefndum. Og ég fagna þessari niðurstöðu og auðvitað voru nokkrir möguleikar ræddir í þessu og það var bara unnið fagmannlega og einnig voru fengið náttúrulega fund náttúrulega þeir sem að standa fyrir Egilsstaðaskóla, forsvarsmenn þar og þeir höfðu náttúrulega bara mikil áhrif á líka hvað þetta lenti og þetta úr varða það var þetta svæði B sem ég held að sé nú ekki búið að færa upp í, ekki nema að við eigum ekki alveg, þá hægt að færa það örlítið upp en það, ég ætla nú ekki að fara í svo sem það sem kom fram sem að ítt okkur í hvora áttina þar en það allavega búið að vinna þetta mjög faglega og ég fagna mjög að það verði nýr leikskóli og við höfum unnið vel að því og kanna það hér í kring að hvernig leikskóla við viljum hafa hann sem bestan og ég er bara rosalega ánægð með þessa niðurstöðu og bara fagna því og við viljum einmitt að það fari bara sem fyrst í gang og ég tel það alveg efalaust að það verði gert. Takk fyrir. Berglind Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Stefán Bogi Sveinsson, Forseti og ágætt að funda fólk. Það liður 2:10 sem að bæjarfulltrúum hefur orðið hér tíðrætt og ég er að bæta lítið við í það. Taka undir með öllum þeim sem hafa talað hér á undan og þakka fyrir velunni störf. Nefndarinnar sem hér skilir af sér og í rauninni fyrri vinnu líka. Þetta er ákveðin áfangi á dálítið langri vegferð, kannski sömuleyti lengri vegferð heldur en við hefðum viljað. En ég hef trú á því að niðurstaðan sem við erum að vinna okkur að hér núna verði býsna farsæl. Ég ætlaði nú að segja hér að það hefðu ákveðin kraftaverk verið unnin í þessum hópi ef að það er rétt sem að kom hér fram í máli Aðalsteins Ásmundarsonar bæjarfulltrúa hér áðan að hann hefði jafnvel tekið sönsum í málinu en ég segi þetta nú bæði í gamni og alvöru og ég vona að það verði ekki misvirt við mig að það er þó ákveðið vitnisburður það að menn hafa sannarlega verið að vinna og menn hafa dregið fram miklar upplýsingar og það er til marks góð vinnubrögð að draga fram upplýsingar og melta þær og vera þá reiðubúin til þess að gera málamilnir eða breytingar á sinni afstöðu vegna þáttar sem að koma fram í slíkri vinnu. Ég tek undir það sem kom fram einmitt í máli Aðalsteins Ásmundarsonar og bæjarfulltrúa hér áðan og það er ákveðin kosti við það að hafa nálægð við Fellaskóla, einkum og sérlega varðandi samnýtingu á aðkomu bílastæðum og þess aftar og ég held að það sé rétt ábending og nú liggur fyrir að það þarf að skoða deiliskipulag á svæðinu og í rauninni fara í hönnun og það er kannski það sem að mestu máli skiptir núna að reyna að vinna svolítið hratt í að átta sig á svona hvernig við getum sem best og hraðast komið þessu í hönnun. Eins og kom fram hjá Berglindi Hörpu Svavarsdóttur bæjarfulltrúa þá er í vinnu þessara starfshópa sem eru búin að vinna það var komið fram upplýsingur það hvernig skóla fólk vill sjá þarna og við þurfum að fá hönnuð að borðinu og tengja saman þessar upplýsingar sem við höfum safnað við hönnuðina og reyna að gera þetta hratt og örugglega. En þetta svo sem kannski verður ekki alveg hrist fram úr erminni, ég ætla svona aðeins að slá á þær vendingar að við getum farið að reka niður skóflu fljótlega upp á áramótum en eins hratt og við mögulega getum held ég að við verðum að reyna að koma þessu verkefni áfram og það er
leyfi ég mér að segja markmið Bæjarráðs að reyna að koma þessu máli áfram eins hratt og nokkru kostur án þess þó að gefa afslátt auðvitað af því að vinna þetta bara faglega og skynsamlega eins og hefur verið gert fram að þessu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu, orðið er ennþá laust. Ef það ekki fleiri óskast að taka til máls, þá loka ég mælendaskrá hér undir þessum öðrum lið og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða hér. Fyrst er það þá liður 2.3, það er kjörskrá samningakosninga. Tillagan er þar borin upp eins og maður lesin og kynnt hér áðan til sem samþykki gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Og liður 2.6, það er skólaþing sveitarfélag 2019. Tillagan er borin upp eins og maður lesin og kynnt hér áðan til sem samþykki gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Liður 2.7, það er aðalfundur heilbrigðiseftirlits Austurlands. Tillagan er borin upp eins og maður lesin og kynnt hér áðan til sem samþykki gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Og það er liður 2.9, tilnefning í svæðisráð Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðar. Tillagan er borin upp eins og maður lesin og kynnt hér áðan til sem samþykki gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Og liður 2.10, byggingarnefnd leikskólans Hádegisvöða. Tillagan þar er borin upp eins og maður lesin og kynnt hér áðan til sem samþykki gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Og við höfum þá lokið við að fara yfir þær tillögur sem lagðar voru fram. En ég bendi bæjarfulltrúum á að undir 2.1 er bókað afgreiðsla Bæjarráðs sé staðfest. Ef ekki gerður athugasemd við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan annan dagskrárlið og göngum þá næst í þriðja liðar sem er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar 120. fundur. Það er Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, sem ætlar að fara yfir fundargerð og drög að bókunum. Forseti og ágæta fundafólk. Það er 120. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar sem hér er til umfjöllunar. Fundargerðin er í 9 liðum og þar eru 5 teknir út og gerð tillaga. Fyrst er það þá liður 3.3 sem er ósk afstöðu til reisinga vindmylla við Lagarfossvirkjun. En fyrir liggur skipulagslýsing fyrir breytingu deiliskipulags á iðnaðarsvæði Lagarfossvirkjunar I3 og lýsingin er unnin í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og 2. málsgrein 7. greinar laga nr. 105/2006 umhverfismat áætlana. Þannig að svo það kom nú fram varðandi umhverfismat áætlana, þar er gert ráð fyrir gerð svokallar umhverfisskýrslu sem er hluti af þessari vinnu á þessum tímapunkti. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar að Náttúrustofa Austurlands fái skipulagslýsinguna til umsagnar auk þeirra aðila sem tilgreindir eru í skipulagslýsingunni. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að tillagan fái umfjöllun í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2. málsgrein 7. greinar laga umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Og liður 3.4, það er vetrarþjónusta 2019-2020. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var farið við vinnu vegna vetrarþjónustu og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að vetrarþjónusta á komandi vetri verði með sama sniði og síðastliðin 2 ár. Og liður 3.6, þar er umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsi við Eyvindará, en umsókn byggingarleyfi fyrir tengivirkishús við Eyvindará var tekið til umfjöllunar í umhverfis- og framkvæmdanefndar lokinni grenndarkynningu. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að byggingarleyfi verði gefið út í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. En mér skjátlast ekki verulega þá kom einungis ein umsögn í gegnum grenndarkynninguna frá Minjastofnun sem lagðist ekki gegn veitingu leyfis. Nú liður 3.7, það er ósk fjölgun matshluta á Lagarfelli 12 og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að lokinni grenndarkynningu og í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að byggingarleyfi vegna breytinga verði gefið út.
En þarna í þess tilli að ræða einhvers staðar breyting, bara fjölgun matsluta, þar að það er skilið á milli tveggja íbúða í sama húsi, og ég held ég fari rétt með það sömuleiðis að ekki bara athugasemdir í granntengingunni. Og að síðustu er það þá liður 3.9, það er fellagirðing, tilnefning í vinnuhóp, og þar er eftirfarandi til að lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að verkefnastjóri umhverfismála taki sæti í vinnuhóp fellagirðingu fyrir hönd Fljótsdalshéraðs. Kannski örfá orð þetta verkefni, ég áttaði mig náði þar sem ég las þetta geti hljómað þannig að það er að girða Fellabæ af einhverju hluta vegna. Það er per se ekki það sem þarna liggur til grundvallar. Hvað svo sem mönnum kann að finnast það, þörf eða ástæðu fyrir því. Þarna að ræða girðingu sem að liggur í rauninni frá Urriðavatns enda og inn fell og var upprunalega sett upp til þess að í rauninni halda fé frá svæði þar sem var mikið af skógræktarjörðum. Í seinni tíð þá hefur svona orðið losa á því hver eigi að bera ábyrgð á framkvæmd og viðhaldi girðinga og fleira sem þessu tengist. Bæjarstjóri, sá sem hér stendur og sá sem tilnefndur er verkefnastjóri umhverfismála í vinnuhópinn, sátu fund með fulltrúum frá skógræktinni, landeigendum á svæðinu og vegagerðinni, þar sem þessi mál voru rædd, og þaðan kemur þessi til að mynda hóp þar sem að þessir aðilar 4 muni leitast við að gera nýtt samkomulag þessa girðingu og sem sagt hvernig að því verði staðið að girða og viðhalda girðingum á þessu svæði. Það er svona mitt mat allavega að þarna hafi nú verið farið mjög skynsamlega af stað. Þannig eru nokkrir aðilar sem kannski hver sig ber ábyrgð á svona einhverjum hluta af svæðinu að girða það af og það sé skynsamlegt að ná að sameinast það þannig að en þetta er nokkuð gamalt samkomulag og ástæða til þess að endurskoða það, og þá var sveitarfélagi komið að því. Það var ekki þannig í upphafi, en þarna kannski fyrst og fremst það að ræða að með þessari girðingu þá að verða að halda fé meðan frá þéttbýlinu í Fellabæ, og það er eitthvað sem svona heyrir undir sveitarfélagið. Þannig að við vonum bara að þessi vinna gangi sem best, en ég vildi bara gera grein fyrir því hvað lagið þarna að baki. En öðru leyti er fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið yfirferð af fundargerð og orðið er laust. Björg Björnsdóttir gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Það er undir lið 3.3. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, okkar lögfróði bæjarfulltrúi, hann kannski leiðréttir mig ef ég er að fara rangt en mér skilst að það sem að hér er verið að leggja til inniberi að sem sagt íbúum eða nágrönnum við Lagarfossvirkjun verði ekki gerð sérstaklega grein fyrir því að það sé opið fyrir umsagnir. Mér skildist það allavega hér á fundi í gær þess að ég var að spyrja þetta. Mér finnst nú ástæða til þess að vekja þá athygli á því að nú geta menn sent inn umsagnir. Það er nú kannski full mikil bjartsýni að ímynda sér að einhver sé að horfa á okkur núna, og þessi leið mín til að vekja athygli á því sé kannski töpu fyrirfram, en það varð auðvitað svolítil umræða þetta hér í vor þegar svo ákvörðun var tekin inn í bæjarráði að fallast á þessa ósk, og meðal annars ræddi þetta nú í fjölmiðla og kom fram að nágrannar voru ekkit allir endilega mjög spenntir, og því fannst mér ástæða til þess að svona vekja athygli á því að nú er þetta að fara í þetta ferli og menn eiga að geta sent inn umsóknir þó þeim sé ekki gert sérstaklega grein fyrir því að ferli standi yfir. En eins og ég segi, Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hann getur eflaust leiðrétt mig ef ég er að fara rangt með. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er þetta laust. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætt að funda fólk, það er í tilefni af fyrirspurn Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa að miðað við það sem ég hef kynnt mér þetta mál, að þá er það rétt að það er ekki gert ráð fyrir að senda nágrönnum í þessari lotu sérstaklega til umsagnar, en það er annars vegar það að ræða að málið er sendt til umsagnar eins og ég hef skilið það, og hins vegar er þetta auglýst opinberlega, þannig að það er í öllum
öllum frjálst að skila en athugasemdum og eðlilegt náttúrulega að þeir sem næst þessu búa hafi sína skoðun á málinu. En ég vil líka ítrekka að þetta er í rauninni, þetta er ekki deiliskipulagstillaga sem þarna liggur fyrir, heldur sem sagt skipulagslýsing og það áttir atvikum umhverfisskýrsla. Og það er svona, kannski án þess að það liggi mjög faglegt matar á bakvið þar sem ég var að lesa yfir þetta, þá fannst mér einmitt margt benda til þess að í þessari lotu þá væri fyrst og fremst einmitt verið að kalla eftir umsögnum frá fagaðilum við þessa vinnu og síðan kannski þegar að sjálf tillagan liggur fyrir, deiliskipulagstillagan, að þá sé hort meira til þeirra sem snerta málið með öðrum hætti, en hvort sem þá er þetta opið til þetta er opið ferðilega þýrtum til að það er hægt að senda athugasemdir inn í það. Þannig og ástæða bara til að hvetja alla þá sem að hafa þessi skoðun til að gera það, því að það getur aldrei held ég verið til vansa að sjónarmið komi fram í máli sem þessu og menn geti þá tekið tillit til þess. Stefán Bogi Svensson hefur lokið máli sínu og þeir laus. Það er ekki fleiri sem óskar eftir að taka til máls, þá loka ég mælendaskrá. Og við göngum þá til afgreiðslu undir þessu lið og það er þá fyrst liður 3.3, það er úrskum afstöðu til reysinga vindmylla við Lagarfossvirkjun. Tillagan er borin upp eins og við lesum og kynnt í ráðan til þess að samþykkja gefur merki með því réttu band. Takk fyrir, það er samþykkt samkvæmt. Og liður 3.4, það er vetrarþjónusta 2019-2020, tillagan er þar borin upp eins og við lesum og kynnt í ráðan og þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu band. Takk fyrir, það er samþykkt samkvæmt. Og liður 3.6, umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsi við Eyvindra, tillagan þar er borin upp eins og við lesum og kynnt í ráðan og þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu band. Takk fyrir, það er samþykkt samkvæmt. Og liður 3.7, það er óskum fjölgun matshluta á lagafelli 12, tillagan er það borin upp eins og við lesum og kynnt í ráðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu band. Takk fyrir, það er samþykkt samkvæmt. Og síðust er það liður 3.9, fellagirðing, tilnefningi vinnuhóp, tillagan er það borin upp eins og við lesum og kynnt í ráðan og þess að samþykkja gefur merki með því réttu band. Takk fyrir, það er samþykkt samkvæmt. Og við höfum lokið afgreiðslu tillagna en ég vek athygli á því að undir lið 3.2 gert ráð fyrir að bóka sér að afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdanefndar sé staðfest. Ef ekki gera athugasemd til það, þá höfum við lokið þessum 3. dagskrárlið og göngum til 4. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar á 93. fundi nefndarinnar og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, við kemum hér að kynna fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, það er fundur númer 93. Fundargerðin er í 7 liðum og það eru 3 teknir út. Fyrst er það liður 4.1, menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs nýr forstöðumaður. Á fundi atvinnu- og menningarnefndar undir þessum lið mætti Ragnhildur Ásvaldsdóttir, nýr forstöðumaður menningarmiðstöðar Fljótsdalshéraðs, sem kynnti sig og hugmyndir sínar starf miðstöðvarinnar og svaraði spurningum nefndarmanna. Eftirfarandi tillaga er lögð fram, bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og býður Ragnhildi velkomna til starfa. Síðan er það liður 4.2, Ormsteiti til framtíðar. Fyrir fundi atvinnu- og menningarnefndar lá greinargerð frá Halldóri Warren Ormsteiti 2019 og hugleiðingar Ormsteiti 2020. Einnig mætti Halldór Warren á fundin undir þessum lið og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og þakkar Halldóri fyrir kynninguna og felur starfsmanni að gera drög að samningi við hann framkvæmd Ormsteitis 2020. Svo lokum er að liður 4.5, reglur úthlutun menningarstyrkja. Fyrir liggja tillögur að breytingum og reglum úthlutun menningarstyrkja og umsóknar eyðublaði. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi breytingar og reglum úthlutun menningarstyrkja og umsóknar eyðublaði. Og áður en að ég fer hér úr pontu þá langar mig aðeins að koma inn á lið 4.2, Ormsteiti til framtíðar. Og vil bara nota tækifærið og þakka Halldóri Warren og hans fólki fyrir
vel heppna á Ormsteiti 2019. Eftir sem ég skilst að þá hafi þetta verið vel heppnað, þetta var mjög nýju sniði og hann sem sagt setja þarna upp á svona öðruvísi nálgun á Ormsteiti heldur en verið hefur, þar sem að virkjaði meira fyrirtæki í bænum frekar en svona almenning og það kom bara mjög vel út, þannig að ég er mjög ánægð með þetta hvernig þetta heppnaðist og ánægð með að hann vill halda áfram 2020 ef að samningar nást við okkur í menningarnefndinni. Þannig ég vil bara koma þessu á framfæri og þakka Halldóri kærlega fyrir. Öðru leyti er þessi fundargerð hér bara til umræðu og afgreiðslu. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 4. lið. Er einhver sem óskar að taka til máls? Kristjana Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti og aðri fundamenn, að koma hérna upp undir lið 4.2, það er sem sagt Ormsteitið. Var að taka undir orð Gunnhildar, þetta tókst mjög vel. Það var alveg komin tími til að hrista upp aðeins í dagskránni og breyta þessu aðeins, því að þetta var orðið svolítið þreytt. Og þó svo að það hefur verið inni einhverju fasti liði, svo sem eins og Fellasúpan, sem gerði það kleift fyrir Austurbakkanum að koma yfir og taka þátt í súpunni, því að það var partýstrætó sem keyrði. Mjög vel heppnað, bæði bara hjá fullorðnum og börnum. Og þessi dagskrárliður sem var fyrir aftan tehúsið, hvað köllum við þetta, klettasöng. Þetta var svo flott skipulagt og hvað fólk einhvern veginn svona jákvæðnin birtist þarna, því að nógu mikið er að neikvæðum einstaklingum hann úti í þjóðfélaginu hjá okkur og sem virðast svona, hvernig get ég orðað þetta? Svona gagnrýnt alltaf og koma svo ekki að taka þátt. Við þurfum að mæta til þess að upplifa ánægjuna. Þannig að ég er alveg bara hæst ánægð með það að Halldór vilji taka þetta aftur upp á næsta ári og hvernig hann náði að virkja aðra einstaklinga með sig í þessu. Þannig að ég bara vonast til þess að samninga náist og við getum haldið Ormsteiti aftur að ári. Takk. Takk fyrir það. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óskar til að taka til máls. Sigurður Gunnarsson var að bæta til að gera svo vel. Forseti og aðrir fundamenn. Ég vil þakka Önnu Gunnhildi og nefndinni kærlega fyrir að hafa strax í fyrra lagt til að breyta Ormsteiti og það var með nýjusni í fyrra haust og aftur núna og ég tek undir það sem hefur komið hér fram. Það var löngu orðið tímabært að breyta þessu og mér finnst það að tekist mjög vel til í bæði skiptin, bæði fyrra og núna í haust. Og ég fagna því líka að þið hafið samið aftur við sama aðila, Halldór Varan, og hlakka til næsta haust að sjá hvað verður í boði þá. Og ég efast ekki það að það eftir að takast jafnvel til aftur eins og það gerði í haust. Sigurður Gunnarsson hefur lokið máli sínu. Orðið er þetta laust. En ef ekki fleiri kveða sér hljóðs að þá loka í landaskráni og geng til afgreiðslu einstakra liða hér. Fyrst er það liður 4.1. Það er menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs nýr forstöðumaður og tillagan er borin upp eins og hann leysir með kynntir áðan til þess að samþykkja gefur merki með þeirri hönd. Takk fyrir það, samþykkt samhljóð. Nú liður 4.2. Ormsteiti til framtíðar. Tillagan þar er borin upp eins og hann leysir með kynnt hér áðan til þess að samþykkja gefur merki með þeirri hönd. Takk fyrir það, samþykkt samhljóð. Og liður 4.5. Reglur úthlutun menningarstyrkja. Tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til þess að samþykkja gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóð. Nú við höfum þá lokið afgreiðslu tillagna. Ég benda á að undir lið 4.6 er bókað að afgreiðslu atvinnu menningarnefndar sé staðfest. En ef ekki eru gerðar athugasemdir við það, þá höfum við lokið afgreiðslu 4. dagskrárliðar. Svona aðeins á milli dagskrárliða þá vil ég vekja athygli á því að við erum hér
í bæjarstjórn í dauðafæri á að gera nokkuð sem að ég held að ég ekki viss að hafa nokkuð tíðan gefst áður í minni tíð hér. Hér hafa allir tekið til máls nema einn. Þannig að það gæti orðið sögulegt ef að sá sér ástæðu til að taka til máls. En það er ekki sérstaklega svo sem, en það vildi benda á þetta dauðafæri sem að þarna er orðið. En við göngum til 15. dagskrárliðar, það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, það er 280. fundur nefndarinnar og fundargerðin er í 14 liðum, en það er enginn verið að tekin út til tillögugerðar, þannig að orðið er einfaldlega laust fundargerðina ef einhver óskar eftir því að taka til máls. En ef að svo er ekki, þá er mælendaskránni lokað og ég bendi þó á lið 5.9 þar sem að er bókað að afgreiðsla fræðslunefndar sé staðfest, en ef því er ekki mótmælt þá höfum við lokið yfirferðið við fundargerð fræðslunefndar og næst er það þá 7. dagskrárliður, það er 15. fundur náttúruverndarnefndar. Og það er Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, sem ætlar að fara yfir fundargerð og drög að bókunum. Forseti og ágæta fundafólk, það er 15. fundur náttúruverndarnefndar sem að hér er fundargerðin af honum er hér lögð fyrir. Fundurinn var í 6 liðum, fundargerðin er í 6 liðum og er ein tillaga lögð hér fram sem að er undir lið 6.1. Það er landvarsla á Víknaslóðum og nágrenni 2020. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa bókun náttúruverndarnefndar til gerðar fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins fyrir árið 2020 og felur bæjarráði að taka máli til afgreiðslu á þeim vettvangi. Þarna háttar þannig til að náttúruverndarnefnd hefur nú verið í ákveðnum samskiptum við ferðafélag Fljótsdalshéraðs og raunar er það ferðafélag Fljótsdalshéraðs og ferðamálahópur Borgarfjarðar eystra sem stendur fyrir sameiginlegum verkefni landvörslu á Víknaslóðum. Og í fyrra var samþykkt að styrkja verkefni þannig að þessi landvarsla tæki einnig til svæða á Fljótsdalshéraði sem er þá einkum sérlega Stórurð og Stapavík og það svæði umkring. Nú er búið að senda erindi og óska eftir styrk fyrir komandi ár og náttúruverndarnefnd bókaði að nefndin teldi brýnt að það væri landvarsla á svæðinu. Það er ju þannig að þetta svæði er í friðlýsingarferli en það er auðvitað ekki alveg ljóst hvenær því ferli lýkur. Nú liggur fyrir okkur að fara að móta friðlýsingarskilmála fyrir svæðið og svona ekki á vísan að róa með það þessu verði lokið fyrir næsta sumar og fyrir vikið telur nefndin ástæðu til þess að gera ráð fyrir því að þarna verði landvarsla þá á vegum ferðafélagsins og ferðamálahópsins eins og var í fyrra. Náttúruverndarnefnd hefur ekki fjárheimildir eða gerir ekki fjárhagsáætlun og fyrir vikið þá var þetta leið nefndarinnar til þess að við gæti glásu og hér er rauninni bara gert á ráð fyrir því að máli verið tekið fyrir við gerð fjárhagsáætlunar og að til þess að einhver nefnd sé þá ábyrg fyrir því að taka afstöðu til þess er þessu þá vísa til bæjarráðs að taka þá afstöðu til þess við fjárhagsáætlun gerðina. En þetta býður allt saman endanlega afgreiðslu þegar fjárhagsáætlun kemur hér auðvitað fyrir bæjarstjórn. Annars vil ég nú kannski benda á lið sem er nú skráð þarna í vinnslu sem er lið 6.2 sem varða friðlýsingar á Fljótsdalshéraði að þar undir er lítil skýrsla sem að Náttúrustofa Austurlands tók saman fyrir náttúruverndarnefnd friðlýsingarkosti eða mögulega friðlýsingarkosti sem hafa verið ræddir innan nefndarinnar og rauninni nefndin bókar svona ákveðið framhald á því að skoða þessa kosti. Þeir eru dálítið mismunandi stöðum má segja í ferli og allir staðir sem eru raunar það er Stuðlagil, Stuðlafoss og Eyvindarárgil, það er Þingbúli eða Múlakollur og það er Grímstorfa í Hafrafelli. Allir þessi kostir eru taldir vera svona þess virði að friðlýsa. Það er aðeins mismunandi hvað Náttúrustofan telur ríka ástæðu til þess að friðlýsa þá. En þetta er áfram í vinnslu nefndarinnar og kannski má segja að bæjarstjórn hafi nú þegar tekið ákveðna afstöðu til þess að skoða Stuðlagil og svæðið þar í kring.
og svo hefur nefndin áhuga á því að ræða betur við landeiganda að svonefndri Grímstorfu og skoða það. Þannig að ég vildi aðeins gera bara grein fyrir því að þetta er í vinnslu og fyrir bæjarfulltrúa allavega þá er full ástæða til þess að skoða þetta plagg frá Náttúrustofunni sem er mjög skilmerkilegt og ég vil reynda að þakka Náttúrustofu sérstaklega fyrir. Það er nú þannig samkvæmt lögunum að þá er það hlutverk Náttúrustofu að vera ráðgefandi fyrir náttúruverndarnefndir. Ég var nú samt ekkert endilega viss um hvernig því er tekið þegar ég óskaði eftir þessu, en þessu var afar vel tekið og erindi var afgreitt hratt og örugglega og fengum mjög gott plagg frá Náttúrustofunni. Ég þakka fyrir það. En öðru leyti er fundargerðin hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sænsson hefur lokið yfirferð af fundargerð. Orðið er laust. Aðalsteinn Ásmundarsson, gjörðu svo vel. Forseti aðalfundarmenn, það er undir lið 6.1 ræðan. Já, einmitt, 6.1. Bara að mér langar til að hrósa ferðafélaginu, frumkvæði ferðafélagsins og ferðamálahóps Borgarfjarðar með þessa landvörslu. Þeim bara engin skylda til þess að fara af stað með þetta verkefni á sínum tíma og eiga miklar þakkir skilið fyrir að hafa komið þessu í gang og ég er þess fullviss að sú vinna sú skýrsla sem liggur fyrir eftir landvörð mun nýtast í bæði á friðlýsingu á svæðinu og þó að verði ekki friðlýst í þá, hvað við segja, viðhald ferðamannastaðarins og kannski líka að hrósa Náttúruverndarnefndinni fyrir liði númer 6.2 að það sé loksins eitthvað að gerast í friðlýsingu á Fljótsdalshéraði. Aðalsteinn Ásmundarsson hefur lokið máli sínu. Karl Lárutsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu fundarmenn, ekki betra að klappa eftir ég er búinn að tala, þannig að það hvort sé ástæða til þess að klappa yfir höfuð, en að því að ég rak þarna augun í svolítið sem er nefnt þarna styrku til ferðafélags Fljótsdalshéraðs, að þá vil ég bara segja það hér að sá styrkur sem að ferðafélagi hefur fengið frá bæri yfirvöldum og annað, hann hefur margborgað sig. Ég er alltaf að reka mig oftar á það þegar ég ræði fólk sem er ekki á svæðinu að til dæmis þessi bæklingur sem var gefin út sem heitir Perlur á Fljótsdalshéraði, að þetta er alveg lofsvert og aðdáunarvert framtak sem hefur skilað okkur gríðilegum ávinningi og auglýsingu út af við. Og ég tel bara ástæðu til þess að efla þetta enn frekar og bæta við Perlum. Ég er ekkert að mæla með þessu þó ég hef fengið verðlaun, verið dregin út fyrir að ganga einhver ákveðna fjölda Perlum. Það er ekki hagsmunir sem liggur þar að baki, en þetta er bara líka annað sem ég nefndi á síðasta fundi sem ég var hérna, að hvað félagasamtök og einstaklingar sem ekki eru þó inni, kannski beinlínis inni í stjórnkerfinu, hvað þeir geta dregið vagnin fyrir samfélagið í heild sinni og við eigum að nota þessa krafta að þeir eru bara frábærir. Takk. Karl Lárutsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Björn Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir fundarmenn. Já, mér langar svolítið til að koma hér upp kannski bæði undir lið 6.1 og 6.2 og taka svolítið undir með bæjarfulltrúa Karli Lárutsinni. Þessar náttúruperlur sem við eigum hér eystra og eru enn sem komið er kannski ekki eins vel landsmönnum eins vel þekktar og margar aðrar hér á landi, þær eru náttúrulega ótrúlegu fjársjóður sem við höfum og ég líkt og bæjarfulltrúi Aðalsteinn Ásmundarsson fagna því að við séum hér að skoða friðlýsingar á ákveðnum svæðum sem eru algjörir gullmólar og
Og svo finnst mér líka bara að því ég gerði það síðast líka, þá er ég að hugsa að hrósa náttúruverndarnefnd fyrir velunni störf, því að mér finnst þau vera að fara hér mjög grundigt yfir málinn og ég er líka bara svo gaman að hrósa náttúruverndarnefnd. Það var eitt sem ég var að velta fyrir mig varðandi friðlýsingarnar sem ég langaði að spyrja forseta eða bæjarfulltrúa Stefán Boga Sveinsson út í. Það er þessi bókun sem gerð var hér á vettvangi bæjarstjórnar að kalla bændur til samtals þarna á sem eiga þarna ákveðin svæði sem verið að skoða til friðlýsingar. Mér langaði að vita hvort það samtal hefði átt sér stað og hvernig menn var að taki þessar hugmyndir friðlýsingar á þessum svæðum. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið í lausn. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt að funda fólk. Ég ætla að bregðast við fyrirspurn Bjargar Björnsdóttir bæjarfulltrúa til 6.2. Það er kannski skemmst frá því að segja að síðan að bæjarstjórn gerði sína bókun hér að þá hefur ekki átt sér stað formlegt samtal. Það má kannski segja að fyrir því séu fyrst og næst 2 ástæður. Það stóð til að nýta krafta starfsfólks Umhverfisstofnunar í friðlýsingarmálum til þess að sitja á þeim fundi og gera það í samhengi við þá fund sem að væri fyrirhugaður í varandi friðlýsingu Stórurðar og Stapavíkur og sá fundur hefur ekki orðið ennþá. Hins vegar ber að nefna það að það fór í gang vinna varðandi skipulag á svæðinu í kringum Stuðlagil, vinna sem hefur verið leidd áfram af Austurbrú og það var allavega mitt mat á þeim tíma að það væri kannski ekki ástæða til þess að byrja tvenns konar ferli á sama tíma, heldur að menn sæju aðeins hvernig því verkefni yndi fram en bókunin stendur eins og reyndar náttúruverndarnefnd ítrekkar þarna í sinni bókun að það er vísað í það að það er til staðar bókun bæjarstjórnar það að það verði fundað með landeigendum og það verður gert bara þegar á heppilegum tíma. Annars vil ég bara þakka kærlega fyrir það hrós sem hefur verið beint til náttúruverndarnefndar en segir nú kannski eins og Karl Árnason varabæjarfulltrúi sagði hér áðan, það er kannski best að bíða samt með klappið þangað til að búið er að ljúka verkinu en það verður að segjast eins og er að ég tel mjög ríka ástæðu til þess að skoða sérstaklega friðlýsingarmálin á Fljótsdalshéraði en ítrekka það líka og það er löng reynsla fyrir því. Það hefur ekkert upp á sig að reyna að hnoðast áfram með friðlýsingar nema landeigendur séu með í því ferli og það er eiginlega útgangspunkturinn í allri vinnu nefndarinnar en þó það, já, að nefndin vill gjarnan ræða við landeigendur það að hvort að það er vilji til þess að fara í þetta og ef að sá vilji til staðar eins og sýndi sig í varðandi Stapavíkur Stórurð að þá er í rauninni ekki eftir neina að bíða og það geta verið ýmis tækifæri sem í þessu felast. En en öðru leyti þakka ég bara fyrir. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu, orðið í lausn og ef ekki Aðalsteinn Ásmundarson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, það er varandi kannski lið 60 og kannski bara alla liði undir náttúruverndarnefnd. Sýnist að með mína reynslu úr stjórnkerfinu þá sé þessi vinna núna sem hefur farið fram í náttúruverndarnefnd mjög gott dæmi það að það er nauðsynlegt að það sé sér náttúruverndarnefnd innan stjórnkerfisins. Þessi málaflokkur hann var algjörlega á bakvið alla hina þegar hann var undir öðrum nefndum. Hann var hann kannski ekki. Aðalsteinn Ásmundarson hefur lokið máli sínu, orðið í lausn og ef ekki fleiri óskar eftir að taka til máls þá loka ég mælendaskrá. Við göngum þá til afgreiðslu og það er
aðeins liður 6.1, þar tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan og þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Ég vil gæta ykkur á því undir lið 6.6 að þá bókað hér að Ísland náttúruverndar sér staðfest, ef ekki eru allir fundir það, þá höfum við lokið við yfirferð þessar fundagerðar og göngum yfir í 7. og síðasta dagskrárlið. Það fundagerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs, 82. fundur nefndarinnar. Það Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti og góði fundamenn, já það 82. fundur ungmennaráðs og þannig að þarna nýtt ungmennaráð komið saman og mér sýnist að ég sé ekki annað en að við mögum eiga von á virkni þarna eins og hefur verið í rauninu undanfarin ár hjá ungmennaráði. En þessi fundagerð í 10 liðum og það af þeim eru 3 teknir út. Það liður 7.1, kosning formanns og varaformanns ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs 2019-21 og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn býður nýkjörinn formann ungmennaráðs Einar Frey Guðmundsson og Elisabeth Önnu Gunnarsdóttur varaformann velkomin til starfa og óskað þeim velfarnaðar í störfum sínum fyrir ungmennaráð Fljótsdalshéraðs. Og síðan það liður 7.8, skapandi sumarstörf. Á fundi ungmennaráðs var rætt skapandi sumarstörf, orðið laust, samstarfsverkefni Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar sumarið 2019. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði Fljótsdalshéraðs sem leggur til að Fljótsdalshérað haldi áfram að bjóða upp á skapandi sumarstörf enda mikilvægt fyrir ung fólk að hafa þennan vettvang. Eins lífga verkefnið upp á sveitarfélagið. Og síðan það liður 7.9, sameining sveitarfélaga og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði og hvetur kjörgengt ung fólk til að mæta á kjörstað þann 27. október og nýta atkvæðisrétt sinn. Fundagerðin þá öðru leyti lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, við komum undir 7.8, skapandi sumarstörf. Við nokkað bara fagna því að það verið lagt upp með áframhaldi starf á næsta sumri og hrósa krökkunum fyrir þetta sumar sem að nú liðið og þetta lífgaði sannarlega upp á bæjarlífið að sjá þessa krakka út allan bæ með skapandi list og hvort sem það var í Tjarnargarði eða miðbænum eða á leikskólum. Þetta var bara vel gert, peningu vel varið og ég bara hlakka til að sjá þessa krakka á næsta ári ef það verður og hvetur til að vera áfram frumleg og frjáls í hugmyndum sem þau framkvæma. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu og Björg Björnsdóttir hefur beðið máli bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, fyrst bara undir lið 7.1, ég náttúrulega tek undir þessar árnaðar óskir til nýs formanns og varaformanns og í rauninni þá verði ég alltaf alveg ógurlega glöð þegar við fáum þessar fundagerðir frá ungmennaráði því að mér finnst þau vera að vinna svo flott starf og eins og við gátum séð í fundagerð Sambands Íslenskra sveitarfélaga sem lá fyrir þessum fundi þá þetta nú alls ekkert sjálfsagt að það séu svona flott og virk ungmennaráð í sveitarfélögum. Þar verið að hvetja til þess að sveitarfélögin kynni sér og taki upp í raun og veru að hafa ungmennaráð og við erum svo ljómandi heppin að vera með okkar öfluga og góða ungmennaráð. Svo tek ég undir lið 7.8, bara algjörlega undir allt sem að bæjarfulltrúi Hannes Karl Hilmarsson sagði hér skapandi sumarstörf. Ég nú svo heppin að vinna niður í miðbæ Egilsstaða og það var bara virkilega gaman í sumar þegar þau voru á ferðinni og þau lífguðu svo sannarlega upp á bæinn hér í sumar og bara gaman að sjá hvað þau voru frjó og frökk og skemmtileg. Virkilega mikið tilvinnandi að þetta getur orðið að veruleika aftur. Nú, mér bæði ljúft og skylt að fagna sömuleiðis tillögunni frá þeim með undir lið 7.9.
þar sem þau eru að hvetja kjörgengt ungt fólk til að mæta á kjörstað þann 27. október. Ég er þeirra skoðunar að það skipta okkur í öllum þessu sveitarfélögum sem þarna eru undir, þessum 4 sveitarfélögum, það skipta okkur algjörlega höfumáli að við reynum að vekja athygli ungs fólks á þessari tillögu og við reynum að fá þau til þess að sýna þessu áhuga, kynna sér málin og ég tala ekki mæta á kjörstað. Þetta eru þráttur allt vonandi það fólk sem á eftir að búa hér til framtíðar og það skiptir okkur bara öllu máli að þau verði virk í þessari umræðu og nýti kosningaréttin sinn og ég vona svo sannarlega að þau geri það. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er ennþá laust. Fleiri sem óskar til að taka til máls. Ef svo er ekki, þá lokaði mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra tillagna hér og það er þá fyrst til 7.1. Við berum tillöguna upp þar eins og hún var lesin og kynntir áðan til sem samþykki gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samfélag. Og það er það næstliður 7.8, skapandi sumarstörf. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynntir áðan til sem samþykki gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samfélag. Og að síðustu verða þá leiður 7.9, sameining sveitarfélaga, tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynntir áðan til sem samþykki gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samfélag. Við höfum þá lokið við að fara yfir og afgreiða tillögurnar. Ég bendi á að til 7.7 er bókað afgreiðslu ungmennaráðs í staðfest. Sömuleiðis er til 7.6 gegn grein fyrir því að fjárhagsáætlun ungmennaráðs er vísað til gerðar fjárhagsáætlunar 2020 en ef ekki eru athugasemdir við þessar bókanir þá höfum við lokið þessari yfirferð og þar með höfum við tæmt dagskrá fundarins. Það er gleðilegt að geta upplýst það að draumur minn rættist hér það að hver einasti fulltrúi hér á fundinum með málfrelsi tók til máls og ég held að það sé nú bara ég held að ég fari ekki með fleipur og það sé í fyrsta skipti sem það gerir síðan ég byrjaði hér í bæjarstjórn 2010 og ekki það að stundur náttúrulega getur verið full ástæða til þess að þegja frekar en tala en það er voðalega gaman þegar margir sjá ástæða til þess að tjá sig hér á fundum og gefur þessu öllu góðan lýðræðislegan blæ. Þannig að ég þakka fundarfólki kærlega fyrir það. Við munum nú rjúfa útsendingu frá fundinum en við munum ekki slíta honum fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundagerð og undirrita hana.